Góðan daginn, velkomin að þennan bæjarstjórnarfund sem númer 548. Í dag 7. mars 2025 og klukkan 5. Mætti fundarins Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Anný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Forseti óskar eftir að taka inn eitt mál með afbrigðum með heimildi 16. grein bæjarmálasamþykktar sem yrði númer 13 á dagskrá sem ber nafn tilnefning í stjórn Háskólasetu Vestfjarða. Þið sammála því og við tökum þetta inn með gemumerki. Þetta samþykkt með öllum atkvæðum. Þá byrjum við á fyrsta máli. Icelandair hætti flugi á Ísafjörð 2026. Mál sett á dagskrá að beiðni bæjarstjóra en þann 3. mars 2025 bárust fréttir að Icelandair ætlaði sér að hætta flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar eftir sumarið 2026. Orðið er laust undir þessum lið. Gjörðu svo vel, Sigríður. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði ástæðan þess að við setjum þetta mál á dagskrá er að þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur og vikan hefur aldeilis litast af þessu. Það byrjaði allt á mánudaginn þegar að Icelandair fundaði með sínu starfsfólki og splæsti eitt símtal við mig til þess að greina mig frá þessari ákvörðun sem þeir höfðu tekið út af að hætta flugi í síðasta lagi hausti 2026 og þeir taka það ákvörðun í tengslu við þá breyttra aðstæðan á Grænlandi og þetta hefur nú verið mikið í fréttum í vikunni og fjölmiðlar mjög áhugasamir þetta og samfélagi allt og við vorum nú að gantast með það fyrir fundin að við hefum nú sjaldan hitt jafn margra sérfræðinga í flugmálum eins og síðustu daga sem er líka eðlilegt. Það hafa allir áhuga á þessu og þetta skiptir okkur mjög miklu máli hér á þessu svæði og síðan í morgun þá áttum við bæjarstjórarnir á svæðinu og fjórðungssamband Vestfirðinga fund með forsvarsmönnum Icelandair þar sem þeir fóru svona aðeins nánar vonni í það hvað þeir voru ástæður þessarar ákvörðunar sinnar og þannig að við erum svona næstu skref eru náttúrulega að ýta á ríkið og taka samtalið og finna lausnir því að maður getur ekki séð að fyrir sér að hingað sé ekkert flug en mér langar til þess að fara aðeins yfir dæmi það hvernig opinber stuðningur við flugsamgöngur eru til dæmis í Noregi. En þar byggðastuðningur í formi stuðnings við flugsamgöngur skipti í 3 flokka. Það er félagslega nauðsynlegt flug, það er rekstur svæðisflugvalla og skattaívilnanir og niðurgreiðslur. Og félagslega nauðsynlegt flug, þá styrkir ríkið ákveðnar flugleiðir sem eru taldar nauðsynlegar fyrir samgöngur en væru annars ekki arðbærar fyrir flugfélögum. Þetta er svona sambarlegt eins og með nokkra leggi hér á Íslandi. Flugfélag keppa rekstrarrétt þessara leiða í útboðum þar sem ríki greiðir niðurgreiðslu til þess að halda fargjöldum á skynsamlegu verði. Dæmi slíka leiðir eru flug á afskekkt svæði Noregs, til dæmis sérstaklega í Norður-Noregi og vesturströnd Noregs. Síðan það í öðru lagi þá þarna rekstur svæðisflugvalla. Ríkið það með í gegnum fyrirtæki sem heitir Avinor, það rekur flesta flugstöðvar í Noregi og þetta eru 44 flugvellir og stærri flugvellir eins og í Oslo, Bergen og Stavanger eru arðbærir og hjálpa þar með að fjármagna minni svæðisflugvelli sem annars væri ekki sjálfbærir og þetta tryggir að jafnvel lítil samfélög hafi aðgang að flugi. Og svo í 3. lagi þá það skattaívilnanir og niðurgreiðslur á flugrekstri. Stundum eru veittar skattaívilnanir fyrir flugfélög sem fljúga til afskekktra svæða. Ríkið getur einnig veitt sérstakan fjárstuðning til að tryggja að mikilvægar flugleiðir lokist ekki. Flugsamgöngur eru almennt, Noregur hefur eitt umfangsmesta innanlandsflugkerfi
í Evrópu. Það er mjög mikið magna ferðum milli borga og byggða og þetta eru oft lítil pláss sem verið að fljúga á. Og fyrir marga flug eina raunhæfa samgöngu leiðin, sérstaklega þarna eins og í vestur og norður Noregi. Þar sem fjöll og firði gera akstur og lestarsamgöngur erfiðar. Þannig að þetta var svona fróðleikur dagsins það hvernig þeir eru með þetta í Noregi. En í framhaldi af þessu þá langar mig fyrir hönd bæjarstjórnar leggja fram eftirfarandi bókun sem svohljóðandi. Í ljósi þeirrar ákvörðunar Icelandair að leggja af áætlunarflug til Ísafjarðar í lok sumars 2026 lýsir bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar ánægju með þann skýra vilja sem komið hefur frá yfirvöldum samgöngumála, þingmönnum og nágrannasveitarfélögum að finna varanlega og hágæða lausn á flugsamgöngum milli Ísafjarðar og Reykjavíkur. Flugið er nauðsyn fyrir íbúa, fyrirtækir, stofnanir og ferðaþjónustu á norðanverðum Vestfjörðum. Innanlandsflug er hluti af almenningssamgöngum og sem slíkt á ábyrgð ríkisins. Ríkið þarf að vera reiðubúið ef þarf að styðja flugið með sértækum hætti þar sem að ræða stórt byggðamál. Tíminn er naumur, bæjarstjórn hvetur stjórnvöld til þess að tryggja að þessa sjáist merki í fjármálaáætlun sem lögð verður fram fljótlega. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gylfi, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil taka undir þessa ræðu Sigríðar og þetta hafa verið nokkrir fundir núna upp á síðkastið. Ég sem formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga og Vestfjarðastofu hef tekið einni fundi og ég vildi bara ítreka það sem að svo sem kemur fram í bókunni að mér fannst mjög gott að heyra strax samdægurs frá ráðherra samgöngumála að það væri ríkur vilji til þess að tryggja að þetta féll ekki niður. Ég hef ég óttast ekki að það verði ekki áfram flogið milli Ísafjarðar og Reykjavíkur. Flugleggirnir sem að seljast eru 27.000 á síðasta ári og það er þetta er mjög mikið notað og ég held að séu allar forsendur fyrir því. Það er hins vegar óvissan sem að er slæm og henni viljum við eyða sem fyrst. Og við viljum ég vil líka taka aðeins upp orðið hágæða í hágæða lausn minnum að það hafi verið notað í bókunni og með því erum við að meina að við viljum ekki 9 sæta vélar sem að fljúga milli Ísafjarðar og Reykjavíkur og ekki 19 sæta heldur. Við viljum fá alvöru flugvélar með jafnþrýstibúnaði sem geta tekið fótboltalið eða hópa á ráðstefnu eða íbúa á leið á háannatímum eða gesti sem eru að koma og aldrei fóru suður eða hvað það sem að kann nú að vera. Þannig að lausnin sem að við viljum fá er ekki endilega svo sama og hefur notast á öðrum stöðum á landinu. Ég hef heyrt líka í þingmönnum kjördæmisins og það er mikill einhugur að styðja við þetta og næstu dagar og vikur fara í gagnaöflun og ég hef beðið starfsfólk Vestfjarðastofu að aðstoða við það að safna þeim gögnum sem að þarf til þess að hægt sé að taka upplýsta ákvörðun sem fyrst. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá með ég gefa mig merkið þegar þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í annan mál dagskrá sem er viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Tillaga frá fundi 1314 hjá bæjarráði en fundurinn var haldinn 17. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2025 vegna uppbyggingasamninga fyrir árið 2025. Orðið er laust. Sigríður, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðri tilheyrendur. Þetta er þessi viðauki hefði átt að koma á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við samþykktum uppbyggingarsamninga eða úthlutun þeirra. Það sem þessi viðauki snýst er í rauninni að þetta er bókhaldslegs eðlis þar sem að það er verið að færa í rauninni hvern styrk á það ýmist hvort það eru fjárfestingar eða rekstur.
Þannig að þetta hefur enga breytingar, þetta bara bókhaldsbrella, ef svo má segja. Takk fyrir. Takk fyrir það, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá með ég gefa merki ef þeir eru sammála þessu, samþykkt með öllum atkvæðum. Það komin í þriðja mál á dagskrá sem gjaldskrá 2025 Íþróttahús, tillaga frá 19. fundi skóla íþrótta- og tómstundanefndar sem haldin var 19. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingar á gjaldskrá íþróttahúsa fyrir árið 2025. Orðið laust. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, bara örstutt þetta mál. Það gleymdist að setja inn í gjaldskrá sveitarfélagsins síðustu áramót gjald fyrir börn 16 ára eldri sem að mega stunda líkamsrækt í húsnæði sem sveitarfélagið á að þá helst á Flateyri, Suður og Þingeyri. En ef það eru börn að nota líkamsrækt og það var ekki til nein regla fyrir starfsmenn til að fara eftir, þannig að við bættum þessu við að þau fá 50% afslátt af gjaldi líkt og öryrkjar og ellilífeyrisþegar. Takk. Takk fyrir það, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá með ég gefa merki að þeir eru þessu sammála. Þetta samþykkt með öllum atkvæðum. Það voru komin í fjórða mál á dagskrá sem kláfur upp Eyrarhlíð, tillaga frá fundi 1315 hjá bæjarráði sem haldin var 24. febrúar að bæjarstjórn samþykki samning Ísafjarðarbæjar við Eyrakláf e.h.f. úthlutun svæðis vegna kláfs upp Eyrarhlíð í Skutulsfirði. Orðið laust. Jóhann Nanný. Forseti bæjarfulltrúar, kemur óundirbúin ræða sem að vera kannski gloppótt, en þetta er úthlutun á landsvæði fyrir Eyrakláf og svo óheppilega vill til að landsvæði sem verið að úthluta einnig land þar sem að félagi Gróandi hefur verið með ræktunaraðstöðu í 10 ár. Það sem er mest óheppilegt við það er að einhvern tímann á tímabilinu haust 2015 fram á vor 2016 var gerður samningur við Gróanda að þeir fengju þetta landsvæði til afnota til þess að rækta. Samningurinn var í öllu falli aðeins munnlegur. Hann er ekki til skriflegur og það eru ekki til í skjalakerfinu nein gögn sem að vísa til þess að þessu landi hafi verið úthlutað formlega til Gróanda. Enga síður þá er alveg ljóst að sveitarfélaginu var ekki í nöp við að hafa Gróanda þannig að það sem þeir eru búin að vera með þetta svæði í 10 ár. Ég bað tæknideildinum að skoða vel gögn og það fundust gamlir tölvupústar þar sem að Gróandi sækir formlegt leyfi en svo er eins og þeim hafi ekki verið svarað eða þau hafi ekki verið skjalað eða það hafi ekki verið gengið frá því með formlegum hætti. Þannig að það er ekki eins og forsvarsmenn Gróanda hafi bara skundað upp á Hlíðarskjól gamla og tekið sér land, heldur er þetta aðdragandi að einhverju sem að síðar verður Gróandi á Hlíðarskjóli. En starfsemi Gróanda er merkilega margar hlutasakir. Það er til dæmis sjálfbærninám fyrir börn í grunnskólanum á Ísafirði og svo eru þau að búa til námsefni fyrir börn í grunnskólum í Noregi og Danmörku, hafa fengið styrk til þess frá Menntasjóði Norðurlanda. Þannig að það væri mjög gott ef að Gróandi gæti haldið áfram sínu starfi. Ég held að það sé vilji margra að þau geri það. Ég hef líka átt samtal við Þorstein sem er í stjórn Eyrakláfs og ég veit að þau hafa átt góðan fund forsvarsmenn Gróanda og Eyrakláfur að finna einhverja varanlega lausn. Hins vegar það sem að hefur vakið spurningamerki hjá mér er þetta risastóra bílastæði sem er gert ráð fyrir að verði á lóð Hlíðarskjóls og með aðkomu að Hlíðarvegi og ég sé bara umferðar öryggislega sé þá er ég vandræði með að sjá fyrir mér hvernig við komum stórum rútum upp Bæjarbrekkuna, þetta krappahotn, beygjuhotn inn á Hlíðaveginn og svo upp á bílastæði. Þannig ég held að það væri mjög þarft fyrir okkur til tæknideildina og Eyrakláf að ræða einhverjar aðrar útfærslu að aðkomu Kláfsins. Því að á fyrri stigum var þetta líka kynnt þannig að ástæðan fyrir því að hann var hér
miðsvæðis var svo að hann væri göngufæri frá bænum. Þannig að það stemmir heldur ekki alveg við þá lýsingu að vera í göngufæri og þurfa svo risa bílastæði fyrir fjöldanallan á rútum. Takk. Takk fyrir þetta, Nanný. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjar, fulltrúar og tilheyrendur. Ég velti því fyrir mér að því að maður nú fylgst með umræðinni og það nú verið haft eftir einhverjum að fólki þurfa nú ekki á neinar áhyggjur af þessu því að þetta nú bara í lögformlegu ferli, í auglýsingu með athugasemdafresti. En þessi samningur ekki undir slíku ferli. Við erum sem sagt með þessum samningi að úthluta lóð sem að enginn hefur geta haft aðkomu að og gert athugasemdir við. Þannig að þetta nú svolítið sérstakt að samþykkjum við þetta. Þá, ég ætla ekki að segja að sé óþarft að gera athugasemdir við skipulagið en við erum þá búin að úthluta þessu 10,8 hektara lóð. Þannig að ég velti fyrir mig hvort að þetta hefði ekki þurft að ræða nánar og sjá þá betur. Ég hef ekki séð nákvæmlega hvernig þetta kemur á þetta svæði. Maður hefði gjarnan vilja sjá einhver drög að deiliskipulagi með aðkomu að þessu, hvernig umferðarlega séð allir menn að gera þetta en ég alls ekki á móti verkefninu en ég bendi bara á að við erum búin að taka svona pínu sundur þetta lögformlega ferli að með þetta og það finnst svona það kannski, hann alveg ítarlegur en svona velti fyrir mig hvort að allur textinn í öllum greinunum eigi við undir þessu og væri fróðlegt að fá að bera saman lög og reglugerðir við þetta hvort að við séum að ganga lengra en kveðið á í lögum og reglugerðum. Já, það var ekki fleira. Takk fyrir það. Gylfi hefur beðið orðið. Já, þakka fyrir forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég fæ ekki betur séð að lestri þessa samnings heldur en að hann sé í fullu háður því að deiliskipulagi og aðskipulagi verið breytt og það á endanum sveitarfélagsins að samþykkja þær breytingar. Ég bendi á bæði skilmála í grein 3 í samningnum, grein 4, það eru ákvæði bótarétt, það eru ákvæði að ekki megi fara í framkvæmdin nema í samræmi við ákvæði þessa samnings og ákvæði deiliskipulags og aðalskipulags. Þannig að þetta held ég verð að segja samningur í samræmi við þau meginsjónarmið að hér erum við að lýsa yfir vilja sveitarfélagsins til þess að leyfa fyrirtækinu að hefja deiliskipulags og aðalskipulags undirbúning með þeim rannsóknum, með því samráði, með þeim umræðum og með þeim tilfæringum og breytingum á skipulaginu og þeim hugmyndum sem hafa komið fram sem eiga eftir að koma. Athugasemdir sem að koma hér frá bæjarfulltrúa Nanný eru bara mjög góðar í þessu samhengi og akkurat rétta tegundin af hugmyndum sem að eiga að koma fram á þessu stigi og ég held að framkvæmdaraðilar muni taka bara tilliti þeirra framtíð gróanda. Þá veit ég að þessi fundur hefur átt sér stað
og ég held að það sé fullu vilji hjá þeim að sem sagt hjá fyrirtækinu að finna á því einhverja lausn, en á endanum það sjálfsögðu sveitarfélagsins að segja af eða á þegar að heildapakkin tilbúin og verður lagður fram og við áskilum okkur fulla rétt til þess að þá samþykkja að hafna eftir atvikum. Ég ætla samt að fá að já, þannig að ég held að ég sjá ekki að þau sjónarmið sem að Jóhann Birkir hefur lagt hér fram eigi sér stoð í samningnum. Ég held að samningurinn sé ennþá bundin við það að deiliskipulag og aðalskipulag verði samþykkt, og að ef að það verður ekki samþykkt þá falli þessi samningur niður á sjálfu sér og mun því samþykkjan. Já. Takk fyrir það, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég held að einhvað miskilur mig í þessu. Við erum að úthluta 10,8 hektara landsvæði undir kláfinn, og vissulega stendur það í samningnum að þeir eiga að vinna skipulagið og sinn kostnað og háð samþykki okkar, en við erum engu að síður að úthluta 10,8 hektara svæði og ef ekki verður að framkvæmdum þá fellur þetta niður og hann uppsegjanlegur, en við erum að úthluta núna 10,8 hektara svæði og það getur vel verið að það sé stærra en það svæði sem að verður deilskipulagt, og það er það sem ég á við, að þegar við erum búin að samþykkja þetta og þurfa ekkert endilega að taka tillit til gróðanda, þeir eru þá komnir með þetta svæði til framkvæmda, og fyrst náttúrulega skipulagslega séð og svo til framkvæmda. Sigríður, hefur beðið orðið? Já, forseti og aðrir bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að benda á 7. og 8. grein í þessum samningi, þar sem talað framkvæmdir og framkvæmdahraða, og þá jafnframt það að ef að framkvæmdir verði ekki kláraðar á þeim tíma sem að kemur fram í samningnum, að þá fella hann úr gildi, eða okkur heimilt að rifta samningnum. Jú, þetta vissulega stórt svæði, það alveg deginum ljósara, en ég get alveg fullyrt það að það enginn sem að fara að rústa gróanda, þú veist, það ekki hugsunin, og ég held að ég allavega hef ekki heyrt annað en frá þeim forsvarsaðilum Eyrarkláfs en að þeir hafi hug þeirra hjá gróanda, og þar hefur á sér stað samtal, og ég hef bent á það og hvatt fólk til þess að senda inn athugasemdir og umsagnir þetta, en vissulega þetta alveg 10,eitthvað hektarar sem þeir fá umboð eða fá leyfi til þess að skipuleggja, en ég ætla líka að minna á það að fyrir ekki löngu síðan þá gerðum við samskonar samning upp í Dagverðardal. Þessi samningur byggir á þeim samningi, þetta samskonar samningur. Þannig að ég ætla bara að minna á það, og þannig að það eru alveg fordæmi fyrir þessu hér í sveitarfélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá megið þið gefa mig merki ef þeir þessu sammála. Þetta samþykkt með öllum atkvæðum. Það komin í 5. mál á dagskrá. Reykjanes Ísafjarðardjúpi lóðamál. Tillaga frá fundi 646 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd, en fundurum var haldinn 17. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi merkjalýsingar vegna stofnunar lóða í landi Reykjanes. Orðið laust. Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara að gera grein fyrir hjásetu minni í þessu máli.
ég sem sagt skipulagsfulltrúi í Súðavíkurhreppi og þetta allt unnið af mér þannig að ég tek ekki afstöðu í málunum. Takk fyrir það, Jóhann. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða með gefa mig merki, það eru sammála. Þetta er samþykkt með öllum sem eru viðstaddir. Það eru komin í 7. mál, Hrafnatangi 4 á Ísafirði, lóðarúthlutun 2018. Tillaga frá fundi 646 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd, fundurinn var haldinn 17. febrúar 2025, að bæjarstjórn samþykkja afturkalla lóðarúthlutun Sjávareldis EOF og Hábrunnar EOF við Hrafnatanga 4 á Ísafirði. Orðið er laust. Það er engin beðið um orðið, þá megi gefa merki yfir þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er komin í 7. mál, óskunstofnun lóða og gamla olíumúla. Tillaga frá fundi 646 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd, fundurinn var haldinn 17. febrúar 2025, að bæjarstjórn samþykkja heimila stofnun lóða við gamla olíumúlan undir þjónustuhús og gufubaðshús. Nefndin taldi ekki þyrfti að grenndarkynna með vísan til 3. málsgreinar 44. greinar skipulagslaga þar sem leyfisskyld framkvæmd varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins eða umsækjanda. Orðið er laust. Það er engin beðið um orðið, þá megi gefa mig merkið þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er komin í 8. mál, Kýrá, Mýrum í Dýrafirði, efnisnám. Tillaga frá fundi 646 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd, fundurinn var haldinn 17. febrúar 2025, að bæjarstjórn samþykkja heimila útgáfu framkvæmdaleyfis vegna skeringa við Kýrá. Orðið er laust. Það verður engin beðið um orðið, þannig að þið megi gefa mig merkið yfir þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það voru komin í 9. mál, umsókn skipulag við Héraðsskólann á Núpi. Tillaga frá fundi 647 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd, fundurinn var haldinn 27. febrúar 2025, að bæjarstjórn samþykkja heimila landareigendur við Núp í Dýrafirði að hefja skipulagsvinnu vegna fyrirhugaðrar frístundabyggðar í samræmi við 2. málsgrein 38. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið er laust. Það er engin beðið um orðið, þá megi ég gefa merki yfir þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það voru komin á 10. mál, óskum breytingu á aðalskipulagi vegna nýtingar og jarðhita í Seljalandi. Tillaga frá fundi 647 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd, fundur var haldinn 27. febrúar 2025, að bæjarstjórn samþykkja heimila málsmeðferð á greinargerð og uppdrætti frá Verkís, dagsett 25. febrúar 2025, samanber 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi, ég er nú svo sem ekki sérfræðingur í skipulagsmálum, það eru aðrir hér inni sem eru meiri sérfræðingar heldur en ég, en þetta er sem sagt sama málið í 2 búningum, ef við getum sagt þannig, hérna mál, hvað var það, 10 og 11. En það er fyrir að vera að vinna saman aðalskipulagsbreytingu og deilskipulagsbreytingu út af heita vatninu sem við fundum. Og það sem er áhugavert í þessum gögnum núna er að landsvæði sem er áætlað undir húsnæði eða undir heitavatnslögnina skerðir ekki möguleika okkar til þess að halda áfram með byggingaráform við Skógarbraut, þar sem að samkvæmt aðalskipulagi er gert ráð fyrir raðhúsum eða parhúsum. Þetta tekur yfir minna svæði heldur en var áætlað í upphafi. En það er sérst bara þessi 2 mál, breyting á aðalskipulagi og breyting á deilskipulagi, er faktist sama málið en það er bara að vera að vinna þessar breytingar samhliða. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá megi ég gefa mig merkið yfir þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Ára 11. mál, breyting á deiliskipulagi Seljalands vegna jarðhitaleitar. Tillaga frá fundi 647 skipulags- og mannvirkjanefnd, en fundur var haldinn 27. febrúar 2025,
að bæjarstjórn samþykkja heimila málsmeðferð að greinagerð og uppdrætti frá Verkís dagsett 25. febrúar 2025 samanber 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið þannig að þá megi gefa mig verkið þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er komin í 12. mál, geymsluhús neðan Fjarðargötu á Þingeyri, óskum lóðalegu samning. Tillaga frá fundi 647 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd en fundur var haldinn 27. febrúar 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila lóðalegu samning neðan Fjarðargötu undir geymsluhús við Fjarðargötu 67 á Þingeyri. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá megi gefa mig merkið þessu sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum komin í 13. mál, tilnefning fulltrúa í stjórn Háskólasetur Vestfjarða. Málið var tekið inn með afbrigðum en bæjarstjóri leggur til við bæjarstjórn að tilnefna nýjan aðalfulltrúa Ísafjarðarbæjar í stjórn Háskólaseturs Vestfjarða. Halla Signý Kristjánsdóttir í stað Hörpu Grímsdóttir. Halldór Halldórsson hefur lýst yfir vilja að sitja áfram sem varafulltrúi. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá megi gefa mig merki ef þeir eru sammála. Þetta er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerðir sem verða lagðar fram til kynningar og byrjum á bæjarráði. Lögð fram til kynningar fundagerð af fundi 1314 hjá bæjarráði. Fundur var haldinn 17. febrúar 2025 og fundagerðin 21 lið. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið, þá er þessi 1314. Jóhann, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það eru tilheyrendur. Ég ætla bara aðeins, að við vorum á hafnarstjórnarfundi í hádeginu, aðeins að koma inn á lið númer 12 í þessari bæjarráð, í þessu lið bæjarráðs sem sagt, þetta er erindi frá Klía sem eru sem sagt félög úti alþjóðasamtök skemmtiferðaskipa. Og sem sagt, þeir voru hérna á Íslandi í lok febrúar, komu hérna hersveit að utan, fundu með bæjarstjórum og þingmönnum og ráðherrum held ég. Og sem sagt, þeir eru mjög óhressir með þetta og hvað þetta skellur hratt á og þeir eru búin að tilkynna það að vera ekki bóka skipakomur 2027 fyrir en það er búið að kippa þessu liðin og ríkisstjórnin hefur út þennan mánuð til þess að skoða þetta. Annars mun bara skemmtiferðaskipa farþegum og skipum hér til Íslands bara hríðfalla og varla koma skemmtiferðaskip og þetta er svo gríðarlega mikil áhrif sem þetta hefur á okkur hér í Ísafjarðarbæ og sjálfsögðu aðra að þetta er svo alvarlegt mál. Ég er búinn að heyra í mínu fólki og reyna að kafa ofan í þetta hvers vegna þetta gjald kom og hvers vegna þessu upphæð var og ég er svo sem ekki alveg fengið nægilega góð skýringar á þessu en ég ætla að vona það og við þurfum öll hér inni að heyra í okkar fólki því þið getur eftir ímyndað eitthvað hvað þetta muni hafa mikil áhrif á sveitasjóð, bæjarsjóð ef þessu verður ekki breytt en þá við höfum ekki nema 3 vikur til þess að fá svör. Takk fyrir þetta Jóhann. Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég ætla að taka boltana sem að Jóhann Birkir skildan eftir og tek undir með honum að nú þurfum við að beita okkur í okkar baklandi þau sem að eiga ennþá flokka en við gerum okkur að besta
í því, en það var einmitt á fundi í hádeginu, hafnarstjórn, að þá var lagt fram minnisblað og einnig minnisblöð frá þessari tilteknu fundaviku sem að Klía áttu hérna í síðustu viku, og ég satt meðal annars að hluta til eitt fund með þeim, en Hilmar hafnarstjóri átti góðan fund með þeim og þá komi þetta mjög skýrt fram að þeir eru bara með allt á hold fyrir 2027. Það lítur út fyrir að 2026 verði svona þokkalegt hér. Það eru bókakomur samkvæmt upplýsingum frá Hilmari 196, ég held reyndar að vera 195, þannig að ok, við erum að græða eina, fínt. Og 2026 eru bókar 176 komur. Það eru komnar 84 bókanir árið 2027, en svona til viðmiðunar þá fyrir ári síðan þá voru komnar 150 bókanir vegna 2026, þannig að þetta er augljóst að þetta er að hafa áhrif og við verðum að vera beita okkur og já, þannig að takk fyrir það. Takk fyrir það, Gylfi var búin að biðja málið. Já, takk fyrir þetta Jóhann Birkir og áhugavert, ég var ekki búin að fara yfir fundagerðið hafnarstjórnar, gott að þú skulur hafa lagt þetta fram. Mér langar að spyrja, kom fram skýrt hvaða kröfur þessi skipafélög setja fram, eða eru þær kröfur með almennum hætti og eða leynilegar, þannig að þær kom ekki hérna inn í opinberan fund? Jóhann, ætlar að fá að svara þessu? Forseti bæjarfulltrúar, ég held að það aðalega kom það fram að hvað þetta kemur með skömmum fyrirvara. Þeir voru búnir að selja þessar ferðir fyrir 25 og 26 og ætla þar alveg ekki að draga það tilbaka. En finnst þetta gríðarlega há upphæð. Þetta fer úr því að vera á herbyggi eða klefa, minnir að hafi verið 500 krónur, ekki að hengja mig upp á verðið, en fer í 2500 per farþega, per sólarhring sem þeir eru innan 12 mílna lögsögu, og bæði Klía og síðan fyrirtæki hérna á Íslandi sem er í þessum bransa, þeir eru alveg sammála því að það eigi að greiða eitthvað svona gistináttagjald eða hvað við viljum kalla þetta, en þessi svakalega upphæð sem kemur svona skarpt að þeir geti ekki sett það inn í verðið, og þetta er mjög, eins og þeir lýsa Íslendingum, þetta er Norðurlöndunum svolítið, hérna á norðursvæðinu, að þetta er rosalega svona óstöðugt. Það er engin, þeir vita ekkert hvað muni koma næsta ári. Noregur er meira í því að leggja á gjald vegna mengunar og þess áttar. Þannig að þeir vilja bara vita hvert við stefnum, alveg tilbúin að borga eitthvað, en þeim finnst líka þá, ef þetta er samkeppnissjónarmið, að það séu þá að íbúar sem að fljúga hingað greiði þá jafnframt, ekki bara þeir. Þannig að það er enginn á mótið að greiða, en það er þetta háa gjald sem dettur inn hinn í lok árs og þeir eru ekki nokkurn möguleika að setja þetta inn í verðlagið. Takk fyrir þetta Jóhann. Nanni var búin að biðja orðið. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla nú að byrja á því að segja að þó ég hafi mist flokki minn bara nánast af sem kennitölu, að þá mun ekki standa á mér að beita mig fyrir því að halda á lofti umræðum þetta mál, því þetta gjald er algjörlega galið og ég hef ekki ennþá náð að skilja af hverju þetta er kallað innviðagjald, því ég skil ekki hvað innviði er verið að borga fyrir. Því ég veit ekki betur en að þessi skip eins og önnur skip á Íslandi borgi vitagjald, þeir borga sérstakt gjald fyrir ratsjár, AIS-kerfið og allt slíkt.
skipin borga hafnagjöld, þannig að þú veist, það fer þá í hafnirnar og ef að þetta gjald á að vera til þess að reka landhelgisgæslu þá og að því það mögulega jafnvel kannski þarf að bjarga fólki á sjó að þá velti ég fyrir mér af hverju gestir sem að fljúga til landsins borga ekki annað eins gjald því það þarf líka að bjarga þeim. Þannig ég næ ekki upp í það af hverju þetta gjald var sett á og hverju það á að þjóna og ef þetta á ekki að þjóna neinu þá er þetta bara skattur og þá má bara alveg kalla þetta gistináttaskatt og þá skal hann bara vera til samræmis við gistináttaskatt á hótelum og ekkert öðruvísi. Þannig að þó að ég ekki flokk á Alþingi þá mun ekki standa á mér að berjast fyrir því að þessu ranglæti verði breytt. Takk fyrir þetta, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram og þá erum við komin í 15. mál. Það er fundargerð frá fundi bæjarráðs nr. 1315. Fundurinn var haldinn 24. febrúar 2025 og er fundargerðin í 6 liðum. Orðið laust. Það var engin beðið orðið, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þá erum við komin í 16. mál. Það er lögð fram til kynningar fundargerð bæjarráðs frá fundi 1316. Fundurinn var haldinn 3. mars 2025. Fundargerðin er í 15 liðum. Orðið laust. Það var engin beðið orðið, þá var þessi fundargerð lögð fram. Þá erum við komin í 17. mál. Skipulags- og mannvirkjanefnd lögð fram til kynningar fundargerð af fundi 646 hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd. En fundurinn var haldinn 17. febrúar 2025 og er fundargerðin í 14 liðum. Orðið laust. Það var engin beðið orðið, þá var þessi fundargerð lögð fram. Það er komin í 18. mál. Það er fundargerð Skipulags- og mannvirkjanefndar af fundi 647 en fundurinn var haldinn 27. febrúar 2025. Fundargerðin er í 11 liðum. Orðið laust. Það var engin beðið orðið, þá var þessi fundargerð lögð fram. Áðan mál 19. Þar er lögð fram til kynningar fundargerð af 19. fundi skóla, íþrótta og tómstundanefndar en fundurinn var haldinn 19. febrúar 2025 og fundargerðin er í 6 liðum. Orðið laust. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að fara yfir þessa fundargerð. Okkar í skóla, íþrótta og tómstundanefnd við fengum kynningu frá skólastjóra grunnskólans á Ísafirði hvernig fólk hefur tekið fólk og nemendur, kennarar, foreldrar og nemendur hafa tekið í þennan senkun og skóladegi hjá unglingastiginu. Það verður að segjast eins og að þau gögn sem voru lögð fram fyrir okkur sem eru kannanir sem hafa verið gerðar innan skólans meðal nemenda, meðal kennara, meðal foreldra voru ekkert sérstaklega björt. Það virðist ekki vera sérstök gleði með þessa breytingu og meðal annars töluðu unglingarnir að þeir fengju ekki sérstaklega ekkert frekar meiri svefn þó þeir mættu seinna í skólan því þau færu bara seinna að sofa og þeim fannst líka leiðilegt að fara á stað í skólanum mótnan það var allir aðrir farnir þannig að þau næðu ekki einhverju morgunrútínu með foreldrum sínum og yngri systkinum sem er alveg góður punktur. Foreldrum fannst óþægilegt að skilja börnin sín eftir heima og svo hefur þetta svona verkun inn í tónlistaskólan, inn í íþróttahúsin og nýtingu á öðrum stofnunum sem að grunnskólinn er að nota. Þannig að við ætlum bara að taka þetta upp og ræða þetta frekar. Einnig fengum við leikskólastjóra til þess að koma og ræða þetta tilraunaverkefni sem við fórum í breytingar á leikskólastarfinu haustið 24 þar sem við erum að búa til þessa skipulagsdaga, daga þar sem að fólk þarf að sækja sérstaklega þess að vera með börnin sín í leikskólanum og leikskólastjórarnir voru að fara yfir hvað þeim finnst og hvernig skólastarfið litast af þessum breytingum. Almennt séð eru allir bara mjög ánægðir þannig að við bindum vonum við að halda þessu bara áfram. Þetta sé komið til að vera án mikilla breytinga. Skemmtilegt frá því að segja að samningur við Hjallastefnuna er ennþá í umræðu og sér ekki fyrir endan á því en við vonum samt að sjá fyrir endan á því fljótlega. Þetta er langt mál og þá aðalega langt mál að því það hefur svo mörgu sinnum komið fyrir í fundargerðum bæði skóla, íþrótta, tómstundanefndar og bæjarráðs. Við ræddum einnig félagsstarf ungmenna 16 til 18 ára, það kom inn beiðni bæði frá
ungmennum sjálfum og frá menntaskólanum að sveitarfélagi myndi beita sig fyrir því að börn á þessum, eða ungmenn á þessum aldri hefðu einhvað félagsstarf til að leita í og sérstaklega kölluðu ungmennin eftir því að það væri eitthvað annað í boði heldur en að vera á krám bæjarins sem þau sjálfsögðu mega ekki vera á en komast kannski stundum inn á. Og við sátum svo fund ég og Dagný með bæjarstjóranum í Bolungarvík og sveitarstjóranum í Súðavík til þess að hvort við getum unnið eitthvað skemmtilegt verkefni saman. Þeir tóku bara mjög jákvætt í það erindi og ég held að það sé farin á stað vinna hjá Dagný tómstundarfulltrúanum, íþrótta tómstundarfulltrúanum okkar í þá átt að búa til eitthvað skemmtilegt dagskrá. Fyrstum sinn erum við samt að hugsa frekar viðburði heldur en húsnæði. Það fer ofta ótrúlega mikill kraftur og mikil orka og mikil peningar í húsnæði og kannski minna í að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að við vildum svona fókusera á það fyrst. Og að síðustu þá sat ég í gær samráðsfund íþróttahreyfinganna og það var mjög áhugavert því fyrsta skipti sem ég sett þann fund. Það var bara mjög áhugaverður fundur og skemmtilegt að sitja með þessum forsvarsmönnum íþróttafélagana og heyra þeirra sjónarmið. Það er búið að bjóða íþrótta- og tómstundanefnd í heimsókn í golfskólann og kynna sér aðstöðun á golfvellinum og sótt eftir því að við komum og kynnum og mjög það sem mér finnst bara gott að við kynnum okkur alls konar íþróttastarfi og það sem íþróttafélögin er að gera. Það var einnig kallað eftir því að það yrði hvort það væri ekki möguleiki á að gera einhvers konar ekki uppbyggingarsamninga eins og við erum með núna þar sem við erum að úthluta litlum fjárhæðum í 1 ár til afmarkaðra lítilla verkefna heldur að ef að íþróttafélögin hafa áhuga á að byggja stærra eða skipuleggja meira eða eru stórhuga að það væri möguleiki á að taka samtal að sveitarfélagið og íþróttafélögin gerðu með sér einhvers konar samstarfssamninga sem að mér finnst líka áhugavert og það væri bara gaman ef við öll settumst niður og reyndum að móta eitthvað slíkt. En annar var það ekki. Takk. Takk fyrir þannig. Sigríður er beðið orðið líka. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla aðeins að ræða varðandi seinkun skóladags. Það sem að mér finnst skipta máli í umræðinni og ég veit ekki hvort að nefndin hafi gert það en það er til dæmis með seinkunina það virðist vera ekki mikil ánægð með eða það eru einhverjir ánægð með þetta en meiri hlutin er svona ekki eins ánægður og ég ætla bara að benda á svona sjónarmið unglinga í 10. bekk sem að koma úr þorpunum að þau eru að taka strætó klukkan 7:30 og hafa þá þurft að bíða og bíða þannig að þetta, þú veist, þau þurfa að fara fyrir að sofa sko. Þannig ég vil bara aðeins halda þessu á lofti. Síðan langar mig líka til að velta því upp að í mati á svona aðgerð, þetta er einn vetur og hann er ekki liðinn, er verið eitthvað að skoða til dæmis námsárangur, er það að breyta í þessum pælingum? Það er svona, já, það er það sem ég hugsaði þegar ég fór að skoða þetta. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján. Forseti bæjarfulltrúar. Ég vil bara lýsa yfir stuðningi minni við þess að krakka, foreldra og kennara. Og var aldrei með á þessu og við höfum bara byrjað hann að skóla klukkan 8. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki þá að þessi fundargerð lögð fram og þá erum við komin í síðasta máli á okkur. Það er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar af fundi númer 154 en hann var haldinn 27. febrúar 2025. Fundargerðin er í 3 liðum. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá er dagskráin hjá okkur bara tæmt í dag og ég segi þessum fundi slitið.